Ágætu yndislegu vinir, við erum saman komin í tilganginum okkar eina að fræðast Drottinn og því við viljum færast hænufeti nær honum og vita eilítið betri skil á honum en var áður en við settust við fætur hans í þetta skiptið og þetta krafan sem við gerum á að sitja við fætur Drottins þegar við erum að taka tíma okkar til þess að nema og við viljum fá þá fræðslu sem að færir okkur þá þetta hænufet nær hjarta Drottins. En það er líka gott að byrja með allavega annars slagið að spyrja sig á hverju byggir mín trú? Já, á hverju byggir hún? Byggir hún á kennisetningu manna? Byggir hún á því sem að ég heyri á munni annara eingöngu? Byggir hún á stikkorðum héðan og þaðan úr Biblíunni? Eða á hverju byggir hún? Ég tala fyrir mig. Hún byggir í mínu tilviki á þessari bók. Og þetta er Biblían. Þetta er Gamla testamentið og Nýja testamentið. Mín kristna trú byggir á Nýja testamentinu. Hún byggir ekki á því sem ég heyri á munni manna. Hún byggir í grunninn að öllu leyti á því sem þetta orð er að kenna mér. Og ef að þetta er ekki nógu gott sem kennslurit, til hvers væri maður þá að trúa? En þessi bók er sett niður til þess að ég geti byggt mína kristnu trú á öruggum heimildum, á sannleikanum, á þeim grunni sem sannleikurinn er. Og þann sannleikan haggar ekkert, af því að það er sannleikur. Þú kemur ekkert með neitt upp af sannleikanum sem er jafngilt sannleikanum. Sannleikurinn bara stendur fyrir sínu, hann þarf ekkert að fá neitt upp að sér til að styðja sig. Þess vegna byggi ég mína trú á orði Guðs, af því að ég trúi því að orðið sé það sem að Drottinn talaði í upphafi. Ég er ekki nefnilega smeykur við þýðingarnar, af því að ég treysti Guði fyrir þeim mér til handa. Af því að ég vil að mín trú sé einföld í sinni gerð. Hún standi á þeim grunni sem ég veit að sannleikurinn hefur byggt og sannleikurinn verður ekki hnikað af því að hann er sannleikur. Þetta er bara stór merkilegt fyrirbrigði hugsunin sannleikan. Og kannski mættu við oftar og ítrekka hugsa þá hugsun hvað sannleikur sé í raun og veru og hvernig sannleikurinn gerir mann frjálsan. Þú verður frjáls af sannleikanum þegar hann opnast í hjartanu þínu og þá ertu ekkert lengur að velta vöngum yfir því sem að sannleikurinn opinberaði þér. Þú bara veist það og hefur því frelsi fyrir því. Rétt eins og þú veist að 2 + 2 = 4 og þú ert ekkert að velta því neitt fyrir þér. Svona getur sannleikurinn verið að auka við skilningið þinn, þannig að þú ert ekkert lengur að velta öllu þessu fyrir þér sem þú varst einu sinni að gera. Nú veistu part af því og hefur því fullt frelsi og frið fyrir því. Þetta er átt við þegar sannleikurinn gerir mann frjálsan. Þess vegna eigum við að keppast eftir sannleikanum og þess vegna byggjum við trúna okkar á sannleikanum, á ungum og sérilagi Nýja testamentinu og við notum auðvitað að fullu og öllu Gamla testamentið, en hitt er bókin sem að okkur kristnum mönnum var gefin. Og Kristur kom niður, uppfyllti gamla sáttmálann og kom svo með þennan nýja. Hann er fyrir mig.
en allt í lögmálinu er gilt. Og við veitum að lögmáli Gamla testamenti er fullt af speki Guðs. Þannig við notum þetta saman. Þannig fáum við góðan skilning á lífinu, á holdinu, á möglunu, á röflinu, á manninum og hvernig hann er uppbyggður. Maður án Guðs er vansæll og maður á þessari jörð er meira og minna, því mér verðum að segja það, er vansæll meira og minna allt sitt líf. Af því að dagarnir eru vondir, af því að hann er hold og hann er hugur og þetta saman er alltaf að spinnast í honum. Þessu máli segja það að dagarnir og ævi mannsi séu meira og minna merkt svona vansæld að vissu leyti. En inn á milli gleði stundum vegna þess að Drottinn gerir það að verkum að hann þarf að koma inn í alltaf og blessa mannin, því að ef hann kæmi og skipti sér ekkert að manninum þá segir hann sjálfur þá myndi andi mannsins vanmegnast. Við sjáum að hann hefur skyldum að gegna gagnvart lífinu og hann gerir þetta við allt fólk hvort sem það er trúað eða ekki, en eftir að trúin kemur þá verður þetta persónulega samband og þú skynjar Drottinn á alveg nýjan hátt og skynjar hann sem persónu og veru í þér sjálfum, því að, og þannig er það. Ég man alltaf eftir því þegar ég frelsaðist á sínu tíma, þá fann ég að það var eitthvað komið hérna í hjarta mitt, ég bendi hér, sem að var ekki áður og það er þarna ennþá. Eftir þessi 25 ár þá finn ég ennþá fyrir þessu að þarna er einhvað sem ég man að var ekki áður en ég frelsaði. En þegar ég frelsaði á sama andartaki þá fann ég að það var eitthvað komið þarna. Og þarna er það ennþá og fyrir mér er þetta bara andinn heilagi. Trúin sem að trúin mín nærist af, sem að fræðir trúna mína og fræðir sjálfar mig og ég get gengið heilsteypt manneskja inn í deginum og haft hennar vilja til að gera vilja Guðs. Þess vegna tek ég fram Biblíuna og veifa henni og segi við sjálfan mig og þig, þetta er bókin sem mín trú byggir á. Og ef þetta er ekki fullgild leið, þá bentu mér á hana hver hún er. Ég held þú efist ekki að þetta sé algjörlega fullgild leið og tekur yfir alla kennisetningar manna og allt það sem er í gangi ef það er ekki samkvæmt þessari bók. Og undirstrikun aftur, ég ber sjálfur ábyrgð á minni trú. Ég ber sjálfur ábyrgð á því sem ég er að mata mig á. Enginn fyrir mig. Og þegar maður hefur þetta viðmið, þessa staðfestu, þá er maður ekkert svo mikið að horfa á menn. Maður er ekki svo mikið, jú, maður hlustar auðvitað á fólk og lærir af því og allt saman það og það er bara viska í því í sjálfu sér. Fyrst og fremst á Jesú. Fyrst og fremst upp úr bók Drottins, Biblíunni, Nýja testamentinu. Það skal vera áfram mitt fræðslurit fyrir trúna. Ég má lesa hvað sem ég vil. Ég hef gaman að ég að lesa ýmislegt og er svona sögugrúskar eins og kannski sum ykkar vitið. Ég hef gaman að því. Ég má alveg hafa gaman að því. En í trúnni er það Biblían, heilagur andi og viska hans sem ég vil að leiki mig. Og þannig vex ég í minni trú. Frá fyrstu tíð gerði ég mér það ljóst að ég var sjálfur að bera ábyrgð á trúagöngunni. Ég gat ekki lagt hana á hendur öðrum, en það held ég að sé svolítið mikið að menn séu að gera. Ég fæ enga uppörfun hérna, segja menn. Til að vera uppörfun, til að fá uppörfun, getur verið oft byrjunin fyrir fólk að vera þá sjálfur og sjálf þessi uppörfun. Ef maður ætlar að vera alltaf þiggjandi, jú, getur maður það, þá vex maður aldrei neitt. Og ef maður ætlar alltaf að vera bara þiggjandi og röflari kannski,
þá maður náttúrulega áfram bara þykjandi og röflari, en hvar vöxturinn, hvar sigurinn? Hann ekki til. En þegar maður tekur sér taki og segir, ég ætla að vaksa í trúnni, þá fer ég í bókina sem heitir Biblían, Nýja testamentið, og byrja að leyfa andanum heilaga sem sprettur fram leið og ég tek bókina og við byrjum að tala saman. Hann kennir mér og ég nem og tala það sem ég hef numið, til því að ég vil að þú blessist með mér af því sem ég veit í Jesú nafni. Mín þekking ein og sér bara eins og hún og kannski hefur ykkur gaman að því að heyra hana, en hún hjálpar þér ekkert eða lítið sem ekkert á trúargöngunni þinni, en þegar við erum að tala saman í Jesú nafni, þá getur það alveg gerst. Það að segja, ef þú ert með opið á það sem hér fyrir fram, og það einmitt það sem ég þarf og vill hvetja þig til að hafa opið á. En hvernig sem við lítum á þessa hluti, þá skal þetta vera bókin sem mín helsta og eina kennslurit fyrir trúna mína. Þetta fullgild bók, og þetta bókin sem ég hveti umfram allt annað að taka fram yfir allt annað sem þú getur hugsanlega fengið. Þú ert alltaf að líta á skrifuð blöð, skrifaða bækur eftir kristnamenn sem hjálpar rit til hliðar við þetta, til hliðar við orð Guðs. En láttu alltaf orðið hafa ábyrgðina á þinni trú. Orðið sjálft. Það vilji Guðs. Dó hann ekki fyrir mig persónulega? Gaf hann mér persónulega ekki andað sinn? Og hefur ekki andinn persónulega í mér skuldbundi sig til að kenna mér? Hvað mér þá að vanbúnaði? Ekki nema bara viljaleysi mitt til að hafa þetta í þessum farvegi. En þennan vilja hefur Guð gefið mér, og ég hefur beðið hann að varðveita hann í mér. Þurfum að hafa þetta einfalt, og við fætur Drottins eins og hér getur alveg hjálpað okkur til að hafa þetta einfalt. Skulum lesa hérna í Mattheusar Guðspjalli 19. kaflanum, og þá hljómar það svo. Það 13. versi 19. kafli Mattheusar Guðspjalls. Þá færði mér börn til Jesú og hann legði hendur yfir þau og bæði fyrir þeim, en lærisveinar hans átöldu þá. En Jesús sagði, leyfið börnunum að koma til mín og varnið þeim eigi, því að slíkra himna ríki. Akkur megi ekki börn koma til Jesú? Menn vildu hindra börnin í að koma, og hvað ekki að gerast í dag? Erum við ekki að loka á krakkana? Við segjum að þeir eiga bara, við ekkert að vera að kenna krökkunum neitt, þau bara taka ákvörðunum þetta sjálf. En við erum að kenna krökkunum alls konar, er það ekki rétt? Sem fullorðna manneskjur og foreldrar. En lífið sjálft má ekki taka þau í faðm sér og blessa þau. Af hverju? Hver skilur mannshjarta, og það synd í heiminum. Og syndin talar svona. Látið krakkana bara í friði fyrir þessari kirkju. Sjáum þarna, þeir átöldu krakkana fyrir það að vilja koma til hans. En Drottinn tók höggið af þeim. Hann sagði þeim að varna þeim ekki að koma til sín. Þetta hann að gera í dag líka. Hann að taka höggið af þeim. Hann að segja, ég hef faðminn opinn fyrir ykkur börn. En viska heimsins, neikvæð, kemur gegn þessu og vil helst skella þessum dyrum. Og hefur mörg orð því til staðfestingar, hverju? En lengi býr að fyrstu gerð. Þetta vita allir menn. Og akkur ekki að leggja það besta sem hægt að leggja í hjarta bassið ungt. Sitt sinn, þá verður þessi manneskja að fullorðinni manneskju.
og byrjar að glíma við allt það sem við höfum þurft að glíma við í sínu lífi. En lengi býr að fyrstu gerð og í gegnum alla sína hörmungar þá skundar hún til þess tíma það sem orðið er og það heldur lífi í henni, gefur henni von að einhvern tímann muni úr rætast. En sé ekkert í hjartanu, sé ekki lagður þessi grunnur og maðurinn verður fullorðin manneskja og byrjar að glíma eins og hinn, en hefur ekkert til að sækja í nema bara sora og svartnætti. Við lifum öll sora og svartnætti, líka barnið sem fekk blessun og útbreiddan faðm Drottins og hann lagði í ákveðin grunn, en í gegnum svartnættið er ljós týra, af því að einu sinni var þetta lagt í barnið, en í suma var þetta ekki lagt, og það er bara svartnætti í gegn, ekkert ljós, misnotkun, höfnun og alls konar kvalræði sem margir því miður búa við. Hvað er rangt við það, elskuðu vinir, að leyfa barninu að blessast í faðmi Drottins? Mönnum verst tunga tönn, en þeir segja ýmislegt samt, en það vantar alla sannfæringu í málið, af því að þeir vita að þetta er ekkert rangt við þetta og bak við þetta allt saman þó að gríman sé þessi. Þá vita það er ekkert rangt við þetta. Og Drottinn segir hér, við skulum bara lesa það aftur: Leyfið börnunum að koma til mín, varnið þið megi, því að slíkra er himnaríki. Lengi býr að fyrstu gerð. Og hann lagði hendur yfir þau og fór þaðan. Þarna opnaði hann leiðina fyrir börnin. Jú, það getur verið ófriður á þessum blessuðum börnum og þau hlaupandi allt á litlu fótunum sínum inn í kirkjunni og í eltingaleikjum, alls konar leikjum, við þekkjum þetta allt. En samt viljum við að þau séu þarna. Og við segjum, þetta eru bara börn, og við umberum þau sér slík. Við vitum að börn eiga erfitt með að sitja kyrr mjög lengi og þetta náttúrulega er alþekkt dæmi, en þau eru samt á stað þar sem að þau fá grunn sem að byggir þau upp til framtíðar, og fullorðins árum þegar áhyggjurnar allar koma og svartnætti byrjar, því að það er enginn sem að þó að menn hafi þennan grunn að þau lenda ekki öllu sem allir lenda í, og sumir kannski verra í en aðrir, þau munu líka einhverju af þessu börnum lenda í þessu og þurfa að þjást fyrir, en þurfa að fara að kafa ofan í óhreinindin og myrkri, þá komast þau í gegnum það og niður á þennan stað þar sem að orðið var. Jú, þrátt fyrir allt, þá mundi ég alltaf eftir að ég var þekkt einu sinni Jesú. Hve oft hefur maður ekki heyrt þennan vitnisburð hjá fullorðnu fólki, af því það var þarna. Var það rangt fyrir þetta fólk að fá þessi orð í sig? Ekki það að heyra af vitnisburðunum þegar að tala sem fullorðið fólk og er að lýsa sínu lífi. Ekki það að heyra. En því bar gæfa til að fá þetta. Nú erum við að loka á þetta vörpum. Annars hefur þetta alltaf verið í bylgjum. En núna er svo bylgja, ég veit reyndar ekkit hvað svo bylgja er í dag, mér finnst þetta reyndar ekkit vera eins hávart eins og þetta var hérna fyrir nokkrum ára, þannig að þetta gengur í bylgjum þessi hugsun að við höfum ekkit að vera að opna neitt eða leyfa krökkunum að vera neitt að kenna þeim í fræðin. En það gengur sér til húðar vegna þess
að viskan segir okkur allt annað. Þess vegna það svo mikilvægt að við segjum vitnisburðin okkar. Við sem fullorðið fólk og erum búin að reyna okkar, hvernig þegar við fórum að grafa í myrkrið, þá komumst við niður á ljósið, einhverja ljós glætu. Því orðið fer ekki úr hjartanu. Það vinnur sitt gagn. Og það er aldrei að vita nema þetta orð sem er undir þessu fargi af myrkri brjótist sér leið upp á yfirborðið og fara að lýsa af manneskjunni. Af því það var einu sinni sett þangað. En sumir fá ekki neitt. Eru þeir útilokaðir? Að sjálfsögðu eru þeir ekki útilokaðir. Það er engin útilokað. Drottinn er valsand allt, tilbúin til að gefa hverjum sem er þetta ljós sem heitir heilagur andi og trú. Það er allir jafnir þar. En hver er hindrunin? Það getur verið margt. Auðæfa oflæti er eitt. Sumir taka fram yfir sitt eigið líf að efnast og ætla svo að vinna sér inn prik hjá Guði með því að vera góðir strákar og góða stelpur, og það er gott mál. En það gildir ekki. Einvörðungur nafni Jesú frelsar mig. Einvörðungur nafni Jesú frelsar mig. Og opna mig leiðina inn í eilífa ríki hjá Guði. Trúin hefur sagt mér að í þér býr eilífur partur. Og að þetta sem þú ert að horfa á líkama minn hverfur. Og þá stígur upp þessi eilífi partur. Hvert fer hann? Þú trúir þess ekki. Þú hristir höfuðið yfir þessu. Þetta er það sem ég veit að það er. Og þessu vil ég ekki kasta á glæ, jafnvel þó þú trúir því ekki. Þín trú, vantrú, mun ekki hafa áhrif á mína trú og mína fullvissu. Það get ég alveg fullyrt þér. Vegna þess að Guð hefur sýnt mér þetta. Og þú trúir ekki einu sinni að Guð sé til. Sjáu að við erum þá að tala saman á bara, til vinstur og hægri. Þetta fer ekki saman. Svona er vantrúin og svona er trúin. Þau ná illa saman. En ég ætla að halda mér við trúna. Þetta er bókin sem heldur mér réttu megin í trúni og gefur mér þann kraft sem orðum þessum fylgir. Ekki mín orð, orð heilags anda, orð sem Biblían sjálf staðfestir. Í henni liggur kraftur. Þar er lækningin, leysingin, lausnin. Peningar eru góðir. Ég vil eiga mikið af peningum. En ég veit líka að þau koma mér ekki neitt nema bara í þessu lífi sem tekur enda þegar það tekur enda. Ég verð ekki hér alla eilíð, en ég verð hjá Guði alla eilíð. Að ég er að vinna vinnuna mína sem trúið manneskja hér í þessu lífi. Og veiklast ekki, heldur vex ásmegin að því leyti. Og það skal verða minn styrkur líka. Sjáðu hvernig við tölum uppörvandi orð inn í okkar eigi hjarta. Og þetta uppörvar þig líka. Að því að Drottinn er að vinna verk. Og þú hefur sett þig við fætur Drottins að því þú veist að Drottinn ætlar að fara að vinna verk.
í þínu hjartatetri? Hvað er hindrunin? Við skulum lesa hérna sögum það. 16. kapli Mattheusar Guðspjalls. Það er 19. kapli Mattheusar Guðspjall og 16. vers og það hljómar svo. Þá kom maður til Jesú og spurði: Meistari, hvað gott á ég að gera til þess að öðlast eilíft líf? Hvað gott á ég að gera til að öðlast eilíft líf? Og hvað er það sem ég get gert gott til að öðlast eilíft líf? Ekkert. Ég get gefið ölmussur til hægri og vinstri og ég er ekki að, og það er frábært að menn geta gefið miklar ölmussur. En það færi mikið inn í himnaríki. Það er aðeins nafnið Jesús sem gerir það. Og þar kemur auður minn ekki nálægt því. Því að sú gjöf er gjöfju, er ókeypis og verður áfram ókeypis. Jafnir billin og trillin, ríkasti maður í öllum heiminum, eignast þessa gjöf ókeypis. Hann eins og ég fer niður á 6 fetin eins og sagt er. Auðurinn hans verður eftir og auður hjartans fer með honum. Andinn flytur hann áfram. Það er hans helstu auður. En fáir sem sjá þetta sem sinn helsta auð. Ungi maður sá þetta ekki. En hann kemur galvaskur og glaður í hjarta sínu. Hvað á ég að gera til að öðlast eilíft líf? Og ég held að þetta hafi verið mjög vænn maður. Við sjáum hvernig hann breytti, hann var að gefa miklar gjafir til hægri og vinstri. Og megi fleiri taka þennan unga mann sér til fyrirmyndar að því leyti til. En sumir eru gjöfulir. En það er ekki allir. Auðvitað er þetta bæting lífsins fyrir einhvern. En fyrir þann sem gefur og punktur á eftir, þá bara endar það. Þannig að nafnið Jesús sem sker úr líf og dauða. Verkið mín hér á jörðinni munu aldrei gera neitt nema bara enda og ég fer ofan í gröfina. Búið. En með Jesú er það ekki búið. Þá byrjar fyrst ballið. Hjá drottni, inn í eilíðinni. Þetta er það sem trúin mín, sem ég byggja á þessari bók, er að segja mér aftur og aftur og aftur. Og það skal vera minn styrkur í gegnum þetta allt. Jesús sagði við hann: Hví spyr þú mig um hið góða? Aðeins einn er góður. Hver er þessi eini? Drottinn. Hver er góður í þínum augum? Sá sem gefið þér pening, er hann góður? En ef hann gefið þér ekki pening, hvað þá? Þá er hann kannski ekki eins góður. Maður er eins og hann er, en drottinn er ekki maður. Þess að segir drottinn: einn er góður. Af hverju? Hann gaf mér leiðina frá þessum dauðans dal. Hún er mér opin og ég er á þeim vegi. Hann er góður. Hann ann mér nógu mikið til þess að vilja sjá mig í sínu ríki þegar því kemur. Og hér er ég að læra við fætur hans, af því að ég vil vera honum til þægileg seilums þessi ár sem ég á eftir. Og ég trúi því að ég hef verið það fram að þeim tíma sem ég sitt hér og tala við sjálfan mig og þig.
að því við höfum góðan Guð. En hann fær á sig alls konar spurningar og menn vilja réttlæta sig með ýmsum hætti. Þeir vilja komast fram hjá þessu nafni Jesú, en þeir geta það ekki. Alveg sama hversu góð manneskja ég er, gjöful og frábær að því leyti, þá endar það bara niður á 6 fötunum. Nema að ég tók við Jesú. Þá fer ég líka til þess staðar sem ég er hér að tala um. Trúirðu þessu? Já, þú þekkir Jesú, já, þá trúirðu þessu. En einhverjum hefur þetta vakið áhuga. Það er góð byrjun fyrir viðkomandi. Við erum að tala sannleikan hér, elskuðu vinir, og þess vegna hlustaru. Og þú heyrir sannleikan. Já, ég sagði hann, hví spyr þú mig með góða, að seinni er góður. Ef þú vilt ganga til lífsins, þá skal haltu boðorðin. Þetta segir hann við þennan unga mann sem spurði. Þú mátt spyrja. Hann spurði, hver? Jesús sagði, þú skalt ekki morð fremja, þú skalt ekki drýja hór, þú skalt ekki stela, þú skalt ekki bera ljúgvitni, heiðra föður þinn og móður, og þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfan þig. Þetta er bara lögmálið eins og að leggur sig. Þá sagði ungi maðurinn, alls þessa hef ég gætt, hvers er mér enn vant? Hann við sjáum að þetta hefur verið mjög vænn maður. Það sjáum við að þessum lestri. En þarna er hindrunin. Næstu orð eru hindrunin fyrir líf þessa manns. Hver er þín hindrun í að nálgast Guð og öðlast? Þú að þín áliti vamlaus maður og ég efast ekkert það og sért það ekki. Þú verið öllum góður. Þú hlúð að. Þú er gefið og verið hjálplegur. Og þú telur þig vera í góðum málum. Ert það sumpart. En hvað gerist þegar þú komið niður á 6 fetin? Þú vilt ekki að það sé bara punktur og eftir í það. Nei. Þú vilt meira og þú getur fengið meira. Hvað er að binda þig? Hvað er að hindra þig? Hvaða pælingar hafa hingað til haldið þér frá því besta? Auðæfin? Alls konar hugsanir og hugmyndir alls konar framkvæmdir sem þú vilt gera og ert að gera kannski? Hvort er meira að eignast þetta og heldur hann að gera sjálfan sér hólpin, vitandi sem er núna, við vorum að tala um það, að í þér búi heilífur partur og þú heldur áfram að vera til sem hugsandi vitsmun að vera rétt eins og í dag. Þetta gerir lífið að alvöru máli. Já, við vorum að lesa á hann svaraði honum að hann taldi bara upp fyrir hann lögmálið, því við vorum að athuga það að á þessum tíma er lögmálið ennþá í gildi. Nýi sáttmáli er ekki komið fram, hann kom ekki fyrir eftir að Kristur er upprisinn og eftir að heilugar andi er gefin í loftstofun, þá byrjaði Nýja testamentið að koma fram. Það tók ykkur áratugi að verða það sem við þekkjum í dag. Þá sagði ungi maðurinn, alls þessa hef ég gætt, hvers er mér enn vant? Samkvæmt eigin áliti og skoðun var hann vamlaus þessi maður. Kannski var það samkvæmt lögmálinu. Já, strangt og erfitt og það var.
En Drottinn sér hindrunina samt. Því að Drottinn veit allt. Og hann blekkir ekki mannin. Maðurinn bað svar og hér er svarið. Svo lesa það. Jesús sagði við hann: ef þú vilt vera fullkominn, skaltu fara, selja eigur þína og gefa fátækum og þú munt fjársjóð eiga á himnum. Kom síðar og fylg mér. Af hverju gat hann ekki fylgt honum núna? Af því sem hann var að segja, að eignirnar myndu alltaf hindra hann í að vaksa sínum eðlilega trúarvexti. Hver er hindrunin í að þú vaxir? Gremja þín, reiði þín, biturleiki þín, áhyggjurnar þínar. Þú ert með allan heiminn á herðum þér. Hver baði að bera allan heiminn á herðum þér? Enginn. Akkur er hann það? Hver skilur mannshjarta? Nú ætla ég að segja ykkur svona smá vitnisspjall, kannski er það opinberun sem ég fekk. Ég man eftir því að góður vinur minn, ég sá hann í draumi, ég held að hann voru draumur, og hann er með stóran sekk á eftir sér, sængurver, stórt og mikið sængurver, sem hafa orðið fullt af drasli. Og þetta er hann að toga á eftir sér mann greið, og aftan í þessum sekk, sængurver, var annað sem var við það að fyllast líka. Hann dróð þetta, rattaðist með þetta aftur og aftur í sínum höndum, og svo sagði hann við mig: Konni, hjálpaði mér að bera þetta, draga þetta. Og ég horfði á þetta og á hann, ég sagði: nei, ég vil ekki hjálpa þér við þetta. Ég sagði hann að sleppa þessu. Hann þurfti bara að gera svona, þá hefði hann sleppt í, en hann hélt áfram að draga það. Stóran belg, eins og þið getur rétt ímyndað ykkur, og sænguveri er sem búið er að tróða út, og annað aftan í því. Þessi maður var með byrðar alls heimsins á sér, en hann þurfti bara að gera svona. Þá hefði sænguverin bæði orðið eftir þér aftan, og hann hefði gengið frjáls sína leið, en hann vildi það ekki. Svona kennsla, elskuðu vinir, getur hjálpað okkur til að vilja. Kristur bendir þessum unga yndislega manni á leiðina. Einstærð er vant, sagðan, sel eigur þínar, geð þar fátækum og kom síðan og fylgd mér. Þegar ungi maðurinn heyrði þessi orð, fór hann brott hryggur, enda átti hann miklar eignir. Þannig er vandinn fyrir þennan mann. Hver er vandinn fyrir þinn framgang og þitt heilbrigða eðlilega líf í Kristi? Hvar eru byrðarnar? En nóg fyrir þið að gera bara svona, þá eru þau farnar. Ef svo er, þá hvet ég líka til að opna þau lóan og horfa á eftir þessu sekk renna í gegnum greiparðinnar og hverfa fyrir aftan þig. Þegar Kristur er að bjóða þér það. Og hann var í raun og veru að bjóða þessum unga manni það líka. Þetta hefur ekkert með peninga í sjálfu sér að gera. Þú mátt verða ríkasti maðurinn í öllum heiminum Drottins vegna. En það sem þú mátt ekki gera sjálfræðin vegna er að láta það eiga þig. Því að Drottinn er bara einn og hann er afbrýðisamur Guð. Hann vill ekki hafa einhvern annan Guð sér við hlið, því að það er bara einn Guð. Ég gæti búið mig til annan Guð og við vitum að auðurinn var þessu manni sinn Guð. Og þurfum að hafa þetta einfalt, elskuðu vinnin. Og svo ég segi það einu sinni enn, að það getur kennsla við fætur Drottins verið engar hjálpleg að því leiti til. Þetta er allt á mínu valdi, í Jesú nafni.
En Konráð Rúnar Friðriksson stoppar hér og segir þetta gott í dag og veit að þú hefur fengið eitthvað til að móða úr og hefur verið þér hjálplegt á þessari leið. Heldur þessu góða verki Drottins áfram að þú ætlar að biðja með honum inn í málið. Amen.